Undirbúningur fyrir stofnun Krabbameinsfélags Íslands hófst hjá Læknafélaginu árið 1949 og var stofnað sem Landssamband svæðafélaga árið 1951. Markmið félagsins voru að fræða almenning, stuðla að aukinni menntun lækna, kaupum á fullkomnustu lækningatækjum, hjálpa sjúklingum að fá fullkomnustu meðferð og stuðla að krabbameinsrannsóknum. Til að geta náð árangri í baráttunni við þennan skæða óvin fyrsta skilyrðið að þekkja hann, sagði Níels Dungal, prófessor, fyrsti formaður Krabbameinsfélagsins, orð sem hafa síðan verið leiðarstef í starfi félagsins. Árið 1954 hófst skipuleg skráning allra krabbameina í krabbameinsskrá, sem síðan hefur verið grunnur að faraldsfræðilegum rannsóknum á orsökum krabbameina og algjört lykiltæki til að fylgjast með árangri, nýgengi, dánartíðni og lifun. Forvarnir hafa lengi verið í hávegum hjá félaginu. Árið 1964 hóf félagið leghálsskimun sem talin hafa komið í veg fyrir 450 dauðsföll á starfstíma leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins og árið 1987 hófst skimun fyrir brjóstakrabbameini. Einstakur árangur náðist í tóbaksvörnum með fræðslustarfi og stjórnvaldsaðgerðum. Á 8. áratugnum reyktu 40% landsmanna daglega, en í dag einungis 5%. Árið 1982 sýndi þjóðin samstöðu sína í þjóðarátaki, söfnun fyrir nýju húsnæði fyrir Krabbameinsfélagið. Í húsinu sem þjóðin gaf, Skógarhlíð 8, hafa orðið til ýmis verkefni eins og líknarþjónusta í heimahúsum undir nafni Heimahlynningar og símaráðgjöf sem síðar þróaðist yfir í þá metnaðarfullu stuðnings- og ráðgjafarþjónustu sem býðst fólki ókeypis í Skógarhlíðinni og á Akureyri og víðar landið. Skógarhlíðin hefur líka verið skjól fyrir starf aðildafélagana, ekki síst jafningjastuðning í áratugi. Með íbúðum félagsins og Rauða krossins fékk fólk utan á landi sem þarf að sækja meðferð í Reykjavík heimili að heiman. Fjárhagslegt sjálfstæði ein forsenda þess að Krabbameinsfélagið getur haft sterka og öfluga rödd í hagsmunagæslu og samtali við stjórnvöld. Velunarar, mánaðarlegir styrktaraðilar félagsins sem og Bleika slaufan og Mottumars eru grunnstoðir undir starfsemi félagsins og margra aðildafélagana. Með aðildarfélögum sínum hefur félagið gjörbreytt samfélagsumræðunni krabbamein sem áður var tabú, aukið þekkingu á áhættu þáttum og einkennum, vakið athygli á málefnum aðstandenda og gefið þeim rödd sem reynsluna hafa. Stofnun Vísindasjóðsins árið 2015 hefur vísindafólk í krabbameinsrannsóknum lýst sem byltingu hér á landi og með honum og eigin rannsóknum eykst þekking krabbamein stöðugt. Við missum enn allt og marga úr krabbameinum, en mjög miklar framfarir hafa orðið. 5 ára lífshorfur hafa meir en tvöfaldast frá árinu 1960. Í dag lifa 3 af hverjum 4 þeirra sem fá krabbamein í 5 ár eða lengur. Við stofnun félagsins voru læknarnir málsvarar sjúklingana, en nú eru þeir sjálfir til frásagnar. Enn bíða mjög stórar áskoranir. Fram á veginn með bestu þekkingu að leiðarljósi leggjum við áherslu á forvarnir gegn krabbameinum, að líðan fólks með og eftir krabbamein sé sem best og að fólk á Íslandi hafi aðgengi að bestu krabbameinsþjónustu og meðferð við bestu aðstæður. Við höldum ótrauð áfram fyrir þig og með þér, því lífið liggur við.